Sverrir, leikurinn í kvöld, þetta var svolítið svona, já, bara þinn leikur eins og þú vilt hafa það, intensity í vörninni, hlaup hratt. Var það bara dagskipunin? Já, meðal annars, en bara, þú veist, við vorum, mér finnst við bara líka vera að finna leiðir sóknarlega, sérstaklega þarna í fyrri hálfleiknum að frá því í síðasta leik að hafa verið að skilja leikmenn eftir og mér finnst við vera, þú veist, finna leiðir og hjálpa stað og eins og við gerðum vel í þegar leið á fyrsta leik og mér finnst við halda svolítið áfram með það og bara virkilega flott liðsframmistaða. Förum bara út í það sem að eftir nú færðu 3 leiki til þess að vinna 1 og hampa titlinum gegn liði sem þú búin að vinna 7 sinnum í allan vetur. Þið lítur að líða alveg þokkalega ágætlega með það, fá starinn, það er töl. Ég bara hugsa þetta ekki svona. Ég bara þannig, þessi fræga þreytta klisja, 1 leikur í einu. Ég hef bara alltaf verið þannig og þannig. Ég bara að hugsa núna förum við bara að hugsa að við erum að spila á miðvikudaginn. Það eru hluti sem við þurfum að bæta. Njarðvík kemur örugglega með eitthvað nýtt og munu koma með látum inn í þann leik og þú veist, við þurfum bara að vera klár með ýmislegt og mæta þeim af miklum krafti. Talandi eitthvað sem þú þarfst að breyta eftir þennan leik, hvað sástu svona bara í fljótu bragði? Eða langaði að laga eitthvað? Já, þú veist, það er alltaf eitthvað sem þú getur gert betur. Við vorum, mér fannst ákveðnir leikmennu þeim fá alltaf mikið að fríum 3 stiga skotum og frákasta, þú veist, við erum svolítið mörgum sentimetrum minni yfir heildina og við þurfum bara að stíga betur út. Við þurfum bara að loka fyrir áður en að og labba undir körfuna og ná frákastum. Þannig að þú veist, þetta er bara, þú veist, já, ég er svo sem ekkert eitthvað, maður náttúrulega bara fyrir og reynir að ná eins góðum svefn í nótt og hægt það er ekki mikið það í þessari úrslitakeppni eins og þeir sem eru í þessu þekkja og svo bara á morgun bara strax bara að fara að pæla algjörlega í næsta leik. Takk fyrir þetta, Sverrir.